stödd á Vopnafjörð og ætlum að kíkja á Steinunni Gunnarsdóttur hjá hirðfíflunum. Kíkið með. Hvenær voru hirðfíflun stofnuð? 4. apríl 2008. Þannig það eru komin rúmlega 10 ár síðan. Og af hverju ákváðuð að stofna þetta? Það er bara, okkur leiddist eitthvað svo og hittust 4 konur og stofnuðu þetta. Og voruð þið þá fyrst með vöru frá okkur sjálfum? Já, bara frá öllum sem vildu gefa okkur. Okay. Ég fæ alls staðar að, sko. Og kemur fólk þá með þetta til ykkar? Já. Að fyrra bragði? Já. En hvernig er það? Núna er fjöldi ferðafólks að aukast alveg rosalega. Hafa þau verið að kíkja í búðuna til ykkar? Já, það var svolítið fyrir að sumar, sko. Það voru ekki að kaupa kannski mikið, en svona kannski smá. Koma skútum, svolítið. Já. En hvernig er aðsóknin í búðuna? Bara góð. Bara mjög góð. Og þið eru með opið, hvenær eru þið með opið? Frá 12:30 til 6 á föstudögum. En svo má hringja. En ertu með einhverja tölu yfir að hvað eru þið búin að safna miklu? Nei, ekki hugmyndið það. Það eru einhverja milljónir. Já. Og Sundabúð fær allt. Sundabúð hvað? Elliheimilið. Elliheimilið? Ég legg inn á gjafareikning og þau bara kaupa eitthvað sem vantar. Það hlýtur að vera alveg æðisleg búbót. Já, það er alveg fínt. Hlutina í búðinni verðleggjaðir oftast ekki fyrir en þeir eru komnir á afgreiðsluborðið og eru auðvelt að gera frábær kaup hjá þeim. Hún segir að sumar vörurnar komi aftur og aftur í búðina og er skemmtilegt að heyra hvað ein vara getur átt marga eigendur og langa sögu. Hvernig er það eins og með nytjamarkaðinn hjá Rauða krossinum? Eru þið í einhverju samstarfi? Já, ég má koma með dót til þeirra. Það séðast taka við öllu. Og ég var hérna áður en þið komið að láta kallinn minn taka hérna helling í bílinn hjá sér af því ég ætlaði austur á morgun. Og þær gáfu mér dót fyrir jólin, svo þetta er bara fín samvinna. Til að stærra svæði fyrir austan, frekar kannski vill það kaupa eitthvað. Það er svona minna hér og ef alltaf eru sömu hlutirnir þá náttúrulega er enginn spenntur að fara að kaupa það. Nei, fólk vill fá eitthvað nýtt. Fá eitthvað nýtt, sko. En eru einhverjir hlutir hérna sem bara staldra lengi við? Já, staldra svo lengi, en svo kannski allt í einu kemur fólk og kaupir það. Já, það er ótrúlega skrítið. Hún er duglega að færa og breyta til í búðinni og getur það skipt sköpum þegar ekki kemur mikið af nýju efni inn. Er einhver ákveðin flokkur á dóti sem þú færð mest af? Það er rosalega mikið af glösum og könnum og bara svona alls konar, þú veist svona punti, kertastjökum og bara allt mögulegt. En fatnaður? Kemur aðeins og ég leyfi því að hanga svolítið hérna og svo bara fer það í Rauða krossin ef enginn kaupir. En það selst alveg hérna líka, ein og ein flík. Þær eru nú komnar í fast húsnæði í eigu bræðra Steinunnar og stendur hún föst á því að ætla að keyra öllu dótinu fram af bryggjunni ef þeir segja henni upp.